Góðan daginn, gaman að sjá svona marga hérna í dag. Nú ég ætla aðeins að fylgja eftir því sem Emil var byrjaður á hérna í byrjun að tala aðeins svona einkenni samvinnufélaga og ég ætla kannski að tala mest ráðstefnu sem ég var á í Vínarborg á dögunum sem var einmitt í tilefni af ári Sameinuðu þjóðanna samvinnufélög og það var dálítið merkilegt, ég ætla bara að byrja á því að fara aðeins yfir það og kannski svona tala þá svona umfangið í öðrum löndum. Reyndar vakti athygli mína fyrir 10 árum síðan þegar ég var í Kaliforníu í heimsókn í einum háskólanum þar þegar ég var spurður samvinnufélag á Íslandi og þeir voru að tala innflytjendur frá Þýskalandi og Svíþjóð í Bandaríkjunum og þegar við fórum að bera okkur saman þá kom í ljós að það var miklu meira samvinnufélögum í Bandaríkjunum heldur en á Íslandi og það þótti mér merkilegt og ennþá frekar þótti mér merkilegt að vera á þessari ráðstefnu daginn fyrir mánuði síðan sem voru 360 fulltrúar á frá 40 löndum alls staðar á heiminum og bara sem dæmi þau lönd sem voru þarna voru öll stóru löndin í heiminum Kína, Japan, Þýskaland, Bretland og Bandaríkin svo ég nefni bara dæmi af þessum stærstu löndum það voru líka smáríki frá ýmsum svæðum í heiminum bæði frá Afríku eins og Mali og Ghana og síðan var frá Austur-Evrópu, Kirgistan, það var Pólland það voru fullt af Skandinavíulöndum, Finnland og Svíþjóð og Danmörk og Ísland og bara eiginlega alls staðar á heiminum, Suður-Ameríku og það sem var dálítið merkilegt þarna fannst mér var hvað þetta var álitið merkilegur atburður því að þarna var boðið til ráðstefnu Sameinuðu þjóðunum og borgarstjóranum í Vínarborg og við vorum þarna í bæði háskólanum í Vínarborg sem nú ein þekktasta bygging Vínarborgar og síðan í Ráðhúsinu í Vínarborg sem nú aðeins dýrara heldur en Ráðhús Reykjavíkur og Harpan einn af dýrustu byggingum í Evrópu þannig að það var mjög mikið lagt í þetta það var greinlegt að menn töldu samvinnufélög mjög mikilvæg og það kom líka í ljós þegar það var kynnt þarna fyrstu drög að skýrslu sem að koma út núna held ég bara í næstu viku við búið að vinna núna síðustu árin sem að kortleggja samvinnufélögin í Evrópu og þá kemur það í ljós að í þeirri skýrslu sem að við höfum unnið aðeins að hérna bæði við Emil aðeins verið að senda inn gögn frá Íslandi en það kemur í ljós sem sagt núna í kreppunni 2008 að þau lönd þar sem að samvinnufélögin eru sterk og mikið umfang að þau eru að koma betur út úr kreppinu heldur en hinn og það sem raunverulega að gerast í því að bæði bankageirin þar sem samvinnufélög eru við völd eru mun ábyrgari taka ekki eins mikla áhættu ábyrgari gagnvart bara fólkinu í kring samfélaginu og það má eiginlega segja kannski að boðskapurinn þarna sem menn voru að tala væri að samvinnufélögin væri mjög nauðsynleg sem allan hluti af hverju landi til þess að dempa aðeins niður sveiflur sem verða á svona frjálsum markaði þar sem við erum með hlutafélög og einkarekstur sem kannski ekki eins ábyrgur og ég maður sérstaklega eftir á einu fyrirlestri sem ég var á það sem var að segja sögu frá samvinnufélagi í Evrópu þar sem að allir starfsmenn voru kallaði saman þegar kreppan byrjaði og valkostirnir voru lagðir á borðið og þar var tekið svo ákvörðun að segja ekki upp neinu starfsmanni heldur frekar þá bara að hagræða í fyrirtækinu lækka kannski launin eitthvað örlítið en það var sameiginlega ákvörðun þá eiganda samvinnufélagsins sem voru starfsfólki sjálft þannig að það var engum sagt upp í því félagi og þetta er dæmi gert fyrir þau lönd í Evrópu í kreppunni núna þar sem samvinnufélögin er sterk að það er minna atvinnuleysi það var sýnd tafla á fundinum þar sem að það kom fram að það var svona ákveðin fylgni á milli þess að það væri meira samvinnufélögum og minni kreppa getur við sagt nú samvinnufélögin eru náttúrulega 130 ára gammalt fyrirbræði allavega ef ekki meira og eru stofnuð ekki ósvipaðar aðstæður á í dag í Evrópu þar sem að vantar peninga og fjármagn til þess að kannski að stofna fyrirtæki þess vegna verið að horfa mjög mikið á þetta til dæmis á Spáni og Grikklandi í dag þar sem að kreppan er mest núna í Evrópu og við hefum verið í samstarfi með þau lönd hérna í verkefnum í Evrópu við Emil til dæmis í ýmsum verkefnum þar sem verið að skoða þetta á milli landa Írland líka að koma inn í það en ef ég tala aðeins kannski meira svona einkenni samvinnufélagana sem ég fannst dálítið athyglisvert líka þarna á fundinu það farið ráðlega yfir fulltrúa frá hinum ýmsu samvinnufélagum og upphaflega þegar samvinnufélagin byrja fyrir 130 árum þá þetta yfirleitt framleiðslu samvinnufélög það eru bændur sem að selja kannski sína afurðir
og í dag mjög mikið af þessum félögum ennþá til, bæði eins og til dæmis í Pólandi á þessum fundi og vínframleiðendur til dæmis á Ítalíu sem eru mjög stórir inn á Ameríkumarkað, nánast allt samvinnufélög á Norður-Ítalíu. Fórum einmitt í heimsókn þar í vor, Emil, í mjög flott vínframleiðslu samvinnufélög. En síðan það líka innkaupafélög, þar sem fólk að nota samtakamáttinn og í staðan fyrir að kaupa þá kannski einhvers staðar að kaupa einhverjum kaupmanni að þá kaupir það inn saman. Og þetta að aukast aldrei í dag aftur og sérstaklega út af internetinu. Internetinu hentar samvinnufélagsforminu mjög vel. Því að í samvinnufélagsforminu fólk að vinna saman vítt og breitt, þannig að það hentar mjög vel í dag. Og ef ég ætti svona að segja að væri einhver einkenni á því sem að gerast í dag, þá eiginlega tvennt, svona ef ég miða við Evrópu og þessa ráðstefnu. Það annars vegar að það að koma meiri ábyrgð eða samfélagsábyrgð inn í samvinnufélög, dæmigerð samvinnufélög eins og Emil var að nefna áðan með listamennina eða við getum sagt í landbúnaði þar sem verið að fara meira út á það að selja kannski lífrænar vörur, lífrænt vottaðar vörur, samfélagslega ábyrgar vörur, þar sem samtakamátturinn notaður, Fairtrade eða hirtum það sem til þess frá Suður-Ameríku, þar sem verið að selja landbúnaðarvörur sem eru þá beint frá bíli eða beint frá bónda og það eru samvinnufélög. Þannig að þetta svona meira að fara í þessa áttina og það sem annað líka gerast og það vakti mikla athygli finnskur fyrirlesari þarna á fundinum. Finnarnir eru nú einna fremstir í Evrópu og kannski heiminum með sitt þjóðfélag eins og þið vitið og efstir á öllum listum, minni kreppa, búin að fara í gegnum kreppu sjálfur og það eins með Þýskaland sem mjög framalega með samvinnufélög. En Finnarnir eru í alvöru, sagði hann þessi, Finni þarna sem hátsettur, að veltaði fyrir sér að breyta heilsugeirann, þar sé að heilbrigðisgeirann í Finnlandi yfir í samvinnufélög. Og það hentar sérstaklega vel þar, því að þá þetta að virkja alla hagsmunahópa, til þess aðstandendur inn í samvinnufélög og þegar voru nefnt áðan hugmyndir að stofna samvinnufélög umönnun aldraðra eða eitthvað sem varðar heilsufólks eða aldur, að þá hentar það mjög vel, því að samvinnufélagsformi einhvers staðar á milli einkahlutafélags og ríkisins og bæði í einkarekstri og hjá ríkinu henta þau form ekkert sérstaklega vel ef einhver vill vera sjálfboðalið, einhver vill koma inn og taka þátt. Það fer enginn inn í ríkisfyrirtæki bara óbeðinn og fer að hjálpa. En í samvinnufélagi þetta bara sjálfsagt og hentar mjög vel því að þá geta allir komið að borðinu og þannig að þetta form hentar mjög vel í dag í þjóðfélagi sem að breytast yfir það. Það mjög mikil þjónusta við aldrara til dæmis og þannig að það var mjög áberandi þarna á fundinum. Og annað kannski sem svona bara í viðbót sem mjög einkennandi fyrir samvinnufélög að það að þau yfirleitt eru mjög ábyrg gagnvart sínu nærumhverfi. Það að segja að þau, ef það verður hagnaðar að þá byggja menn upp á því svæði í kringu sig og það þá annaðhvort ábyrg gagnvart þeim sem eiga samvinnufélög og eru allir með eitt atkvæði. Þetta tengist líka hugmyndum það sem kallað atvinnulýðræði, það sem að fólk var meira vald, tekur meira þátt í atvinnurekstri, sem náttúrulega það sem krafa dálítið í dag í nútíma samfélagi, að menn fái meira að segja álit sitt á því sem að gerast í sínu umhverfi. Og þarna samvinnufélag ekta form til þess að allir fá að láta sína rödd heyrast. Það allir með jafn atkvæði og hentar mjög, held ég vel, nútíma samfélagi. Varandi tegundurnar af samvinnufélögum þá var náttúrulega kom fram mjög margt þarna á fundinum. Emil búin að telja flest held ég upp að því en við getum tekið dæmi til dæmis í Kanada af stærsta félagi sem selur vöru fyrir fjallasport og útivist, Mountain Equipment. Þetta byrjar upphaflega sem samvinnufélag fólk sem í fjallasporti sem að blöskraði semst álagning á vörum fyrir þær íþróttir og stofnaði bara saman félag og síðan var þetta á endanum stærsta félagi í Kanada. Bara sem dæmi félag sem að náðu miklum árangri með þetta form. Og það þetta nefna ótal dæmi. Hún nefndir Svíþjóð áðan með garðsláttufélagi sem við hittum nú þá aðeila mjög gaman að hitta þá aðeila einmitt í sumar. Forsvarsmönnum þars héldum við nú fyrst að væri trommuleikari í þungarokkshljómsveit, hann var allur í tattói og mjög flottur með tagl, en hann var akkurat einn af forsvarsmönnum þessa garðsláttu samvinnufélags í Svíþjóð sem voru held í 10 eða 20 manns
og voru að reka svona hálfgerðan kólapolsmarkað uppalega kaffihús og síðan fór þetta út í gasláttu þjónustu sem er orðin stærst á sínu svæði í Svíþjóð og það eru 20 sem sagt mann sem að vinna saman. Voru held ég flest atvinnulaus áður og fóru síðan bara í þessa starfsemi. Gengi rosalega vel. Þetta svona bara nokkur dæmi. Ég held ég láti þetta bara duga, en þetta svona kannski, maður kannski segja það sem ég að segja, að samvinnufélög skipta mjög miklu máli. Þau eru álitin mjög mikilvæg alls þar í heiminum. Ísland hefur kannski ekkert alveg verið með þeirri þróun og við höldum að það sé tími til komin aðeins að reyna að breyta því með þá hjálp ykkar vonandi að einhverju hér komi og bara hreinlega stofni ný samvinnufélög. Það fullt að tækifærum, held ég. Takk fyrir það.